Sindri, við erum á Íslandi, eins ólíklegt þó það kann að virðast. Já, með þetta umhverfi þá getum við verið í einhverju ævintýralandi. Þetta svolítið eins og Ólátagarður í bókunum eftir Astrid Lindgren. Já, ég raunverulega hafði því að skrifa þetta eru æskustöðvar aðalpersónunnar og þetta hús hér heitir Segulhæðir og ég hafði það sem fyrirmynd af það sem hann býr, hans æskuheimili. Og það var skemmtileg tilviljun vegna þess að hann veðurþullur aðalpersónan. Þá þetta hús byggt af Þorkeli Þorkelssyni, fyrsta veðurstofustjóra Íslands og byggt sem sumarbústað fyrir hann. Við erum nú bara hérna inn við Elliðár. Já, hérna rétt hjá, þetta leynihverfi og raunveru ég valdi þetta svæði vegna þess að ég þekki það, ég alinn hérna upp hinn við Árnar fyrstu 7 árin í Bökkunum og hingað komaður í leit að svona ókönnuðu landi, þessu terra incognita sem að krakkar þrá. Þetta spennubók sem þetta skrifa í raun og veru. Já, einhvers konar sálfræðitrillir með dýft segir útgefandinn og hljóna hann standi undir því. Þannig að bakið þarna eru ástir sem eru mislukkaðar eða hafa slæmar afleiðingar. Já, aðalpersónan lendir í því að kynnast konu og það alltaf hættulegt eins og margir menn vita og þessi skyndikynni sem hann á með henni leiða til þess að hún fer að ofsækja hann og það ekkert venjulegar ofsóknir, það eru hatramár og mjög hrollvekjandi ofsóknir sem að hún leiðist út í og allt í einu finnur hann að tilvera hans að kollvarpast og það er kippt undan honum fótunum og þá er spurningin hvað gerir hann, hvernig bregst hann við og hann ákveður að grípa til ofbeldis og ég hef alltaf ákveðið áhuga á ofbeldi mjög áhugavert ekki vegna þess að ég hef okkur vorkunn með ofbeldismönnum heldur einfaldlega hvernig ofbeldi hefur áhrif á okkur og samfélagið og öll menning, vestræn menning er alltaf gegn síðið ofbeldi þannig að ofbeldi er mjög áhugavert og yfirleitt skilgreinum við ofbeldi mjög þröngt við sjáum fyrir okkur eitthvað svona stera þrútnar górillur sem að berja hverju öðrum á Stokkseyri eða annars þar en ofbeldi er alltaf miklu lúmskar og erfiðara viðfangs og þetta ofbeldi sem hann verður fyrir sálrænt ofbeldi og mjög heftalegt og mjög skæðar árásir sem hann verður fyrir. En þú segir þetta dálítið mikið í tölvupóstum og slíku sem að það sem þú ert náttúrulega að vísa í þessa nútíma tækni, samskiptatækni. Já, náttúrulega með tækninni þá fær fólk sem að hefur ekki líkamlega yfirburði, það fær möguleika til þess að það vopn til þess að beita aðra ofbeldi úr fjarlægð. Og þá er líka búið að þurrka út fjarlægðir mann sem getur setið í London eins og þessu tilviki og þó hún sé öðru landi og hafa milli, þá náttúrulega hún hér vegna þess að rafræna ofbeldi þannig að það fer heim til manns. Og við erum öll tengd við netið og tengd með símanum okkar og leið og við erum með þennan glugga sem við náttúrulega notum til að sækja upplýsingar og afþreyingu og allt þetta þá leið þau við að opna vængjadyr inn á heimil okkar og erum búin að afsala okkur friðhelginni fyrir tæknina. Við erum eins og náttúrulega maður les bókina, við erum bara ansi berskjölduð fyrir öllu þessu. Mjög berskjölduð sko. Og hann reynist vera það og þarna hún hún að sækja á hann mjög hart og mjög strangt sko. Og síðan spurningin hvað hann gerir og ég náttúrulega hef áhuga líka á þessum mörkum að milli siðferðislegs manns og ekki siðferðislegs og þá hann gerir könnun sem heitir Milgram rannsóknin fyrir mörgum árum síðan sem leiddi í ljós og það var hægt að fá venjugt fólk til þess að pynta annað venjugt fólk annars að beita það miklum fortölum og það gekk svo langt að þrátt fyrir að fórnarlöfinu væri fann að reka upp hvalaróp þá var fólk tilbúið til að halda áfram að gefa þeir rafstraum og þetta svona ákveð vísbendingu það að það þarf lítið til þess að breyta venjulegu fólki í fólk sem fremur óhæfuvert. En þetta sem sagt sálfræðitrillir? Þetta sálfræðitrillir og mér skilst á þeir sem hafa lesið hann að hann sé spennandi og haldi fólki vel við efnið.